Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Gallerí Ugla á Ólafsfirði fagnar þessar mundir 4 ára afmæli sínu. Í galleríinu, sem nýtur vinsælda meðal heimamanna jafnt sem ferðamanna, má finna fjölbreytta muni unna af handverksfólki í Fjallabyggð. Gallerí Ugla er gallerí hérna í Ólafsfirði. Þetta vettfangur fyrir handverksfólk til að koma með vörurnar sínar og selja í staðinn fyrir að bara vera með það heima hjá sér. Hvernig var þetta til? Hvernig kom þessi hugmynd upp? Alda kom í kaffitíminn eitt kvöldið og spurði mig hvort að mér langaði ekki að gera eitthvað. Og ég sagði, jú, ég held hún ætlaði bara að byrja mig að koma í kaffihús. Og þá sá hún bara, ef við opna gallerí. Ég sagði bara, já, það er ekkert mál. Svo var það ekkert rætt meira, finnir daginn eftir og þá hringdi hún í mig og spurði hvort ég væri að meina þetta, hvort ég væri til í þetta. Og ég sagði, já, af hverju ekki að prófa. Þannig að þá var boltinn sem bara fór að rúlla. Og við fórum á stað og fengum húsnæðið og fórum svo hérna á kaffihús til þess að finna nafnið. Og við vorum að lesa svona utan á bækur sem voru hérna í hillum og þar á meðal var fyrsti titillinn sem ég las, það var konur á barmi taugaáfalls og við brjálumst og hlátri að við vissum náttúrulega að það myndi engan veginn ganga. En Alda sá svo spil sem var þarna og þá komu hugmyndi að Ugla satt á kvisti og þá var nafnið komið, bara Gallerí Ugla. Hver er sem standa að þessum rekstri? Við erum 5 sem stöndum að þessu, það er ég og Kamila, Helena Jónsdóttir, Hulda Jónsdóttir og Alda Jónsdóttir, ekki systur, allar þó. En við sjáum þetta og rekum galleríið. Og svo kemur fólk til okkar með vörur að vera hérna. En við erum semst orðinum 29 manns sem eru með vörurnar sínar hér. Og þetta er bara svona Fjallabyggð, þetta er svona heimafólk sem eru með vörur hér. Þetta er nú þó nokkuð fjölbreytt sem er hérna í búði. Ég er kannski auðvitað að spyrja hvað er ekki, en hvað eru þið með hérna? Það er nú ýmislegt sem við erum með. Við erum með vörur sem eru unnar úr roði og bæði töskur og slaufur og margt. Svo erum við með vörur sem eru heklaðar, prjónaðar, það er sápur, það er útsaumur og það er bútasaumur og það er saumað í handklæði og allt mögulegt. Það eru skartgripir og ég get alveg endalaust talið upp. Það eru lopapeysur og húur og sokkur og vettlingar og bara allt mögulegt. Er mikil handverkshefð þá hérna á svæðinu? Já, mjög mikil. Og það er miklu fleiri hérna í bænum sem er að gera eitthvað þótt þeir séu ekki að selja vörurnar hér. Þannig að það er mjög mikil hefð fyrir þessu. En hvernig er þetta rekið? Er opið hérna daglega eða er starfsmaður í versluninni? Sko, við erum náttúrulega 5 sem erum að reka þetta. Og við hittumst alltaf einu sinni í mánuði og bara förum yfir dagana að því að við erum allar í annarri vinnu. Og við skiptum okkur bara niður og það fer bara eftir hvaða dagur henta hverjum. Það er opið hérna alla daga nema sunnudaga frá 2 til 6 og á veturna er alltaf opið á 15. föstudagum og laugardögum frá 1 til 5. Og svo er alltaf hérna númer í glugganum hjá okkur þannig að við komum á og opnum ef það eru einhverju hópar eða fólk sem er á ferðinni á öðrum tíma. Þannig að það er alltaf velkomin að hringja okkur líka. Svo nú meiri starfsemi sem fer fram hérna heldur en bara sala á handverkinu. Þið hafa verið með námskeið, það ekki rétt? Jú, við höfum haldið hérna námskeið í kringum jólin, þá höfum við verið með svona kransanámskeið og við höfum verið bara með ýmislegt. Það er náttúrulega margt sem að við kunnum og viljum miðla til annara og við höfum fengið líka leiðbeinendur frá annar staða frá til að koma og halda með okkur námskeið. Þannig að það hefur verið hérna alveg á neðri hæðinni, þar sem er okkar vinnu aðstaða. Og við nýtum oft tímana meðan að við erum að vinna hérna að vera niðri og kannski hjálpa einhverju sem kemur með eitthvað. Þannig að það hefur verið alveg nóg að gera. Fáið marga gesti hérna í galleríið? Já, það er alltaf bara mjög flott rennirí hérna inn. Við séum bæði útlendingar og íslendingar, fólk úr bænum kemur mikið hérna, fólk úr nágrannabæjum
og ferðalangar hafa heyrt á okkur eða séð okkur í gegnum Facebook eða eitthvað þvílíkt, þannig að það er bara mjög góð aðsókn. Og hvað er það við handverkið? Það er náttúrulega svo slakandi bara að framleiða þetta. Þetta er svo gefur manni svo mikla ró og bara, já, þetta er bara yndi. Geta að dúlla sér eitthvað og framleitt eitthvað og sjá þetta vera til. Já, ætla sé ekki það. Maður er að búa til eitthvað. Svona, kannski, maður segir kannski ekki varalegt út í því að óendalega, en það sem er hægt að nota og nýtist fólki. Og þetta er svo mikið, þetta er líka náttúrulega félagskapur fyrir okkur og bara gleði. Já, og bæjarbúa, það kemur mikið hérna bæjarbúar og bara droppa inn og hæ og hvað segið þið og fá sér kaffi og svona stundu hjá okkur og svona, bara mjög gaman. Norðlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi.